Komið blessuð og sæl, við heilsum ykkur héðan úr ríki Vatnajökuls. Það voru hér sem þau bjuggu, Jón ríki og draugurinn Spæla, sem við ætlum að heyra meira af í þættinum og eftir. En það óhætt að segja að það sé öllu elskulegra yfirbragð á öllu hér í Hólmi í dag heldur en var á þeirra tíð. Það líka allt í sátt og samlyndi á Egilsstöðum í Hveragerði, þar sem myndlistafélag Árnesinga hefur komið sér vel fyrir eins og sjá má í síðari hluta þáttarins. Og viðkomustaðir okkar eru fleiri. Austur í Skaftárhreppi má lesa goðsögu landsins inn í heimatilbúnum hól, ef svo má segja, en Hörður Davíðsson í Efrivík kann betri skil á því verkefni öllu saman. En fyrst af öllu ætlum við að skála fyrir Jóni ríka og Spælu, svo við sleppum lifandi og óbrotin frá þessum þætti. Bærinn Hólmur stendur rétt við þjóðveg númer 1, miðsvæðis í Hornafjarðarsveit, þar sem heitir Mýrar. Þaðan blasir við stórbrotin og fagur heimur fjalla og skriðjökla úr Vatnajökli og þar hafa bændurnir Magnús Guðjónsson og Guðrún Guðmundsdóttir rekið ferðaþjónustu árabil ásamt hefðbundnum búskap. Gestirnir þeirra eru flestir að leita friði, ró og fallegri náttúru og kannski ekki síst persónulegri tengingu við heimilisfólkið. En þetta ferðaþjónustuævintýri þeirra byrjaði sem sagt árið 2005. Og síðan þetta ævintýri búið að breytast í mörg ævintýri. Og sem sagt 2005 þá byrjum við með gistingu. 2009 opnum við húsdýragarð. 2010 opnum við veitingastað sem var reyndar á öðrum stað. Og svo í fyrra þá opnum við þennan nýja stað 2015 og 2016 svo nýjasta ævintýrið. Leita dagsins ljós. Hann heitir Jón ríki og farmhouse ale sem bjórstíllinn og ástæða fyrir við bruggum þennan bjór að við búum á sveitabæ, starfandi sveitabæ. Okkur fannst það mjög viðeigandi að fyrsti bjórinn sem við setja í sölu væri bjór sem heitir farmhouse ale. Og svo bara tókst hann svona svakalega vel til að þetta í annað skipti sem við bruggum rána og við erum þá búin að brugga tæplega 500 lítra á hann. Og hann tókst aftur svona vel? Betur heldur en síðast. Svo þriðja skipti verður hann enn betri vonandi. Þetta síðan vínarlager sem við lögðum í, sem í fyrsta lagarbjórinn sem við gerðum og erum komið með í sölu og öðrum veitingastöðum heldur en okkar. Og hvernig hefur honum verið tekið þar? Bara ljómandi vel. Við vorum bara nú síðustu helgi vorum við með kynningu á honum á kaffihöfnum út á Höfn. Og það var almenn hamingja með hann, sem okkur þótti mjög jákvætt. Hvernig leið þér þegar mannskapurinn var að smakka? Varstu spenntur? Ég vildi bara helst ekkert vera á svæðinu, sko. Ég var eiginlega bara meira á bakviðunni í eldhúsi og kíkti síðan fram, sko. En síðan þegar ég var búinn að fá mér 2 bjóra sjálfur, þá ókst hugur ekki aðeins og þá þorði ég að fara fram. Og svo heppnaðist það ágætlega. Og þá voru allir glaðir? Allir glaðir. There's a tear in my beer, 'cause I'm crying for you, dear. You are on my lonely mind. Into these last few beers I have shed a million. Það einhver gamall draumur hjá þér, það ekki? Við kviknaði svona svipað leyti og við opnuðum veitingastaðinn 2010. Þannig að þú varst búinn að ganga með bjór og bruggara í maganum? Já, eitthvað í maganum, svona að búa til eitthvað svona. Svo erum við með Labras tengdason sem Eignuðust hann sko, eftir 2010. er áhugamaður bjór og afbragðsbruggari, þannig að þá festum við kaupa á þessum búnaði til þess að gera þetta. Þannig að það var tengdasonurinn sem lét drauminn rætast? Já, hann hjálpaði vel til allavega. Já. Það svona gerði alveg úr þessu. Og að búa til bjór náttúrulega bara eins og að elda mat eða eitthvað. Þetta er bara áhugamál og sem okkur tókst að gera svona á hálfpartinn atvinnu. Bruggarar, já, þeir búa til bjór. Hvar lærðirðu til verka? Hvergi, bara sjálfur. Bruggaðinn ekki til á Íslandi og engin skóli sem hægt að fara í hér. En margir sem hafa lært þetta hafa farið til Danmerkur eða til Englands að læra. Og það á framtíðarplaninu til hann síðar meir, en ekki ennþá. Þannig að þetta var bara svona að prófa sig áfram ferli. Hvernig voru fyrstu pröfurnar þínar?
Þær voru margar og mismunandi bara, ekki segja það, misgóðar, fleiri góðar heldur en vondar. Og það var kannski svona það sem styrkti manni þeirri skoðun og við getum alveg gert þetta, þannig að öðrum þætti gott líka. Nú ímyndar maður sér að bruggarar þurfa að vera svona dálítið ástríðufullir. Já, ég held að þeir séu það flestir, bruggarar, ástríðufullir. Það sé enginn sem fer út í þetta til að verða ríkur eða enginn sem fer út í þetta því að þetta er svo auðvelt jobb eða eitthvað svoleiðis. Þetta er bara eitthvað sem er mjög skemmtilegt fyrir þá sem hafa gaman að því og þökk sé tengdaforeldrum mínum að þá tókum við sénsinn og lítum á það og núna er þetta okkar svona starf hérna líka á svona öðru. Jón Ríki það nafn kemur frá því að hér var áður fyrr bóndi í Hólmi sem hét Jón og hafði þetta viðurnefni Jón Ríki vegna auðsins og honum fylgdi eða það ásóttan hvað var mér að segja, draugur eða eitthvað og sóttist eftir auðans og nafn hennar var Spæla og okkur fannst þetta rosalega áhugaverð saga og til þess að svona að láta þetta ekki bara deyja út með okkar kynslóð, þá fannst okkur bara tilvalið að staðurinn héti Jón Ríki og við höldum jafnvel að við séum búin að vekja Spælu upp. Hún er komin í glasarekkan okkar. Þannig að þið finnir fyrir henni? Já, við erum farin fyrir henni, já. En við ætlum að vona að hún reynist okkur ekki jafn erfið og Jóni því ef ég man rétt þá var hún í því að beinbrjóta hann og hans fjölskyldu. En við höfum sloppið ennþá. Bara smá skarámur kannski. Það var brotnað glös bara en ekkert ekkert alvarlegt slys. Við höfum ekki brotnað neitt. Nei. Segið þeim söguna af Jóni Ríka leið að þeir drekka bjórinn. Það kemur nú aðeins fyrir. Guðrún nú duglega að segja þessa sögur. Já, mér er svo gaman að sjá svipinn á fólki þegar maður fer að segja því sögur vegna þess að þetta er kannski svona sögur sem að fólk á ekkert að venjast. Það á ekkert að venjast að hafi einhver maður búið akkurat hér sem að draugur hafi, það er eitthvað svo fjarlægt, draugur hafi ásælst. Það er bara mjög fjarlægt og það er búið gaman að sjá augum verða kringlótt og fólk svona, já, virkilega trúir þessu og það er bara í lagi, þetta er bara saga, þetta er partur af okkar menningu. Þetta er jólabjórinn okkar sem við erum ekki byrjuð að selja þá og hann hefur ekki fengið nafnið þá. Þetta er einhvers konar öl sem er með vanilegu súkkulaði keim sem á svolítið eftir að koma í ljós hvernig hefnast það. En bíðum spennt og lofar góðu og hann fyrir sölu bara núna strax eftir mánaðamót. En þið eruð ekki farin að selja á flöskum? Nei, og gerum það í rauninni ekki. Það er kannski á 5 ára planinu að setja á flöskur. Það er í rauninni af því að framleiðslan okkar er svo lítil þá borgar það sig ekki fyrir okkur að fara með hann inn í sölu á TFR. En við gætum samt hugsanlega svona í framtíðinni kannski ef einhverja lagnir heppnast sérlega vel að setja þá einhver lítinn hluta með flöskur bara svona sem við getum selt okkar gestum hérna eða sem minjagripið eitthvað slíkt. Þannig að það verður þá bara svona allspari? Já, alveg spari, alveg spari. En samt spennandi að geta kannski átt það inni, að þá kannski bara næsta skref fyrir okkur. Okkur náttúrulega bara dreymir að þetta þróist á góðan máta og við getum haldið hérna áfram að framleiða bjór. Já, framleiða bjór og skapa hérna svona viðræðanlegt, lítið og sætt fyrirtæki sem er svona, já, fjölskyldu fyrirtæki sem við getum lifað af og framleitt góða vöru. En andi Jóns Ríka, tryggir hann ekki að þið verði vellauðu á þessum bjór? Við náttúrulega höldum í vonina, sko. Hvað sem verður. Það má alltaf láta sig dreyma. Hvað er hérna inni? Hvað er þetta sem býður okkar? Þetta er jarðhýsi sem sýnir okkur öskusöguna í 1000 ár. Og hvernig var þetta til?
Þetta var bara, við erum í ferðaþjónustu og erum alltaf að leita að afþreyingu fyrir ferðamenn og við höfum orðið áskynjað þess bara að fólk í meira mæli vill lesa og les sögun okkar og forvitið og þetta féll þeim vel í geð að opna svona lítið öskubyrgi. Við erum stödd skammt frá Hótel Laka í Efrivík í Landbroti og hér inn í þessum hól má sem sagt lesa eldfjallasöguna 1000 ára gossögu landsins. Hérna öskulögin og hægt að lesa líka tímaskeiðið. Hérna hefur áfoki verið 10 cm hver 100 ár og hérna má sjá hér svona helstu goslögin skráð hér en eru ótal mörg hér á milli eins og Skaftarelda og Kötlu hér og svo hérna efst uppi frá Gjálp 2011 og sem ekki sést því að þetta var bara míni. Þetta tók ekki nema 2-3 daga og askan hér var svona 4-5 cm. En ef þetta væri komið farg ofan á það lag þá trúlega sæist það varla hér sko. Þannig að mann hugsað til þessara sem að þraukuðu hérna forðum með í þessum hamförum sem að gengu á þá. Skaftareldar eru fólki hér afskaplega ofarlega í huga. Er það ekki rétt? Jú, það er rétt. Þetta sko náttúrulega Skaftáin og Skaftáreldar og þetta svo stutt síðan að við erum að hreinlega að hérna reyna að lifa í sátt við náttúruna bara. Þið vitið hvað þetta getur þýtt? Já, við vitum hvað þetta getur þýtt og óttu svo sem það ekki sko. En það breyttist mikið byggðin hérna? Já, hún breyttist mikið og fóru náttúrulega fjöldamörg býli í eyði, bæði fóru undir hraun og svo fjölmörg náttúrulega sem fóru í eyði bara utan hraunbrúnar sko, það var fólk bara flýði og dó. Nú sjáum við hérna Kötlu 1918. Við fáum stöðugt fréttir af því að hún sé nú svona kannski aðeins að bylta sér núna. Hvernig fara slíkar fréttir í ykkur hérna? Það sko, við höfum sem ekkert með það að segja hvort hún komið eða komið ekki. En marg okkar viljum helst lifa það sko, ef hann á að koma á annað borð. Það er nú kannski málið. Við erum búin að upplifa svo margar hræringar og margir eru að vonast eftir henni, aðrir eru óttast hana og sérstaklega þeir sem náttúrulega sem að hafa sem mun eftir henni, þeir myndum ekki vilja sjá hana aftur. En þetta nú bara mjög spennandi náttúra í kringum okkur og bara lifum bara með henni og tökum því sem hendur ber. Fræðslustígurinn með sinni álfakirkju og álfasögum stórmerkilegt og frumlegt framtak sem óhætt að mæla með. En þetta hluti af stærri afþreyingu fyrir ferðamenn, er það ekki rétt? Jú, við erum hér á endastöð á svokölluðum fræðslustíg en innan hans álfabyggð með sögum, fuglaskoðunarhús og Skaftáreldar tættur sem þar fóru hús í eyði í Skaftáreldunum og síðan eru við hér á endastöð á þessum stíg. Og hvað þetta langt? Hvað maður lengi að ganga þetta? Ja, þetta svona, ef maður tekur þetta svona rólega þá það svona 1,5 tími. Við stöndum hér fyrir framan sögufrægt hús í Hveragerði sem í dag hýsir meðal annars myndlistafélag Árnesinga. Hér alltaf glatt á hjalla og sagan sem fylgir húsinu næstum áþreifanleg. Að minnstakosti finnst manni það eftir að hafa hlustað á Pétur Hafstein Lárusson, ljóðskáld og frístundamálara sem kann sögu húsins manna best. Sagan svo að á árunum eftir fyrri heimsstyrjöld þá var húsnæðis ástand reykvískrar alþýðu mjög bágborið. Það má eiginlega segja svona í
grófum dráttum að menn hafi annarkvort búið í seggafullum háaloftum eða deilt kjöllarunum með rottunum. Og þetta var náttúrulega stórhættulegt ástand, sérstaklega vegna berkla og annarra farsótta. Þá það árið 1924 að Egill Jakobsen, danskur kaupmaður sem hafði sest að í Reykjavík og margir muniðin eftir, verslun hans í Austurstræti lokaði nú ekki fyrir bara rétt fyrir aldamót. Hann stofnar félag sem kallað var Afmælisfélagið árið 1924 og það virkaði þannig að menn sem sé gerðust félagsmenn og þá fengu þeir sent afmæliskort á afmælisdag sinn og borguðu 2 krónur fyrir. Og það voru orðnir alls 2000 félagsmenn þegar mest var. Og Egill lést nú af slysförum nokkru eftir þetta félag var stofnað, 2 árum síðan minnir mig. En félagar hans, þeir vildu halda minningu hans á lofti og þessum hugmyndum hans að reynast börnum vel. En þeir sem sé ákveða það að reisa hér þetta hús. Og það reist, það tekið í notkun 1930, frekar en 31. Og sem sumardvalarstaður fyrir fátæk börn úr þéttbýli, aðallega Reykjavík, náttúrulega. Þetta var svo rekið í 4 ár með þessum hætti, 4 sumur. Og börn voru vigtuð hér eins og sauðfé og hérna voru gerð mjög nákvæmar skýrslur heilsufar þeirra og það reyndist bara að batna mjög mikið, bæði andlega og líkamlega. Og þeim leið vel hérna? Já, þeim leið mjög vel hérna. En seinustu árin, sem sé, þeir ákveða þetta hérna í 4 ár, þetta félag, en svo höfðu þeir ekki lengur fjármagn til að gera það. Og þá létuðu Mæðrastyrksnefnd fá þetta endurgjaldslaust og þá voru hér ekki bara börn, heldur líka mæðurnar. Og þá var tjaldað hérna í kring, sko. Þannig að það voru hér 80 manns minnum. Þannig að það ekki fyrsta skipti núna sem líf og fjör hér í þessu húsi? Nei, heldur betur ekki. Við störfum allt árið og við erum með náttúrulega vetrinum erum við með svona 2-3 námskeið yfirleitt. Vorinu förum við í menningarferð og þá förum við yfirleitt í rútu saman. Kannski svona 20-30 og uppi kannski verða 40 og förum þá og reynum að sjá eitthvað áhugavert sem að til myndlist. Og svo erum við náttúrulega með þessar 2 vinnustofur, bæði hérna í Hveragerði sem við erum náttúrulega alveg óskaplega ánægð með að hafa. Svo erum við líka með vinnustofur á Selfossi sem að Árborg skaffar okkur líka. Við fáum þessar vinnustofur að láni hjá báðum bæjarfélögunum og tökum þátt í uppákomu hjá félaginu, hjá sveitarfélögunum á móti. Þannig að það myndast mjög skemmtileg stemming í kringum þetta allt saman. Hvenær byrjaðir að mála? Já, það var nú bara sem krakki í barnaskóla Austurbæjar hjá Valgerði Brím. Hún kenndi mér þar, fyrst í myndlist. Heillaði þetta því strax? Já. Það hefur alltaf verið í manni og hefur alltaf verið eitthvað að vinna við myndlist. Þegar ég byrjaði hér fyrir austan, þá hringdi fyrrverandi formaður í mig sem nafna mín, Ingibjörg Helga Guðmundsdóttir, og bað mig að koma í félagið því að hún væri búin að fá nóg að vera formaður í félaginu. Og sagði að það væri nú ósköp létt að vera formaður. Því að það væri aðeins 1 sýning á ári og það var páskana. Og mér fannst það nú, það var bara allt í lagi, bara páskana, var langt í páska þegar hún hringdi. Svo fór maður að hugsa, það hljóta að vera einhverju félagsmenn. Jú, það svo bara hringdi hún í fólk, þá var allt bara hringt í fólk. Og síðan sýndi hún með lista yfir fólki sem voru félagar. Og þá komu félagar í safnahúsinu, komum við saman í safnahúsinu á Selfossi, sem var þá. Og þar voru haldin námskeið. Og þá fór fólkið að líti í kringu sig og langaði til að sýna svona út allan bæ.
fyrir utan hérna páskasýninguna. Þannig að þetta hefur kannski verið annarsamara að vera formaður heldur en þú átti von á. Já, sko þetta átti að vera svo auðveld. En það var það ekki. Við vorum með aðstöðu á Selfossi og hérna okkur hér í Hveragerði langaði til að fá aðstöðu hérna. Þannig að ég fór og talaði við Aldísi bæjarstjóra og hún mikill áhugamaður varðveislu þessu hús og þar leiðandi notkun þess. Svo við fengum þetta bara, eins og ekkert verið. Það var ekkert sett í nefnd? Nei, það ekki vaninn hér. Það gera menn hinum með heiðina. En hvað með svona sambandið ykkar á milli? Eru þið að bera saman bækur ykkar, segið þið hvort það eru til eða hvernig virkar þetta hjá okkur? Við sko málum í raun og veru bara eins og við viljum, svo ef að mig langar að fá álit þeirra, þá spyr ég og sama gera þær. Við í raun og veru skiptum okkur ekki að því nema að það sé, sko, við séum spurð. Þannig að það getur verið svolítið viðkvæmt ef að þetta ómögulegt hjá þér. Því er þið ekki vel tekið. Nei, það óskaplega gott að fá leiðbeiningar því ofta er maður kannski að vandræðast eitthvað, veit ekkert hvað maður að gera eða hvað maður á að gera og þá spyrjum við þá sem í kringum okkur og fáum alls konar hugmyndir og síðan vinnum við það sem okkur dettur í hug út úr þeim hugmyndum sem ákaflega gott. Áttu einhver orð til að lýsa þessum árum þínum með félaginu? Í sjálfu sér þegar maður lýsir tilbaka, þá þetta rosalega góð ár. Mjög góð ár. Að þurfa að berja svolítið fyrir sínu. Að hafa húsnæði. Það sem að fólkið, það sem að myndlistarfélag gátu komið saman. Og málað og verið vinir. Og þú kemur alltaf hingað þó þú sért með vinnustofu heima líka? Já. Því hér er gott að vera. Hér er mikil og stór sál. Hvað er besta við þetta félag? Það er samveran og samkenndin, held ég. Og listsköpunin, að hún gefur manni alveg ótrúlega mikið. If I were a painter, I would paint my reverie. If that's the only way for you to be with me.